Einu sinni var lítið þorp sem hét Flateyri. Þar á nú gott fólk heima. Í mörg ár hefur sundlaugin verið eina daglega afþreying Flateyringa. Þar hefur Lára ráðið ríkjum. Engin samkeppni hefur verið í afþreyingu Flateyringa þangað til ný keiluhöll var opnuð. Hann kúfi, hann með kúltaka. Þar með sveitir höfrungur framhjá og baðar heilsa mömmu. Fljótlega kom nú í ljós að Láru fannst keiluhöll ekki góð hugmynd. Dag eftir dag sat Lára og enginn kom því allir voru í keilu. Keiluhöllin var nýja afþreying Flateyringa. Því lengra sem tímanum leið, minnkaði hjartað í Láru þangað til hún varð bitur og súr. Einn daginn fékk hún nóg, fór niður í kjallara, náði í vopnin sín og ógnaði þorpsbúum og gekk með miklum berserksgang. Eftir mikinn berserksgang og læti sáu Flateyringar sér ekki annað fært en að kalla til hús og fólks. Leynivopn hús og fólks var þá bakað og gildran spennt. Flateyringar hafa nú náð sér eftir þessa miklu skálmöld. Bærinn endurbyggður, grasið orðið grænt, Lára risin upp frá dauðum, keiluhöllinni lokað og allir komnir í sund. Og ríkir nú friðsælt vopnahlé á Flateyri og engum dettur í hug að fara í samkeppni við Láru. Flateyringar læra af mistökum sínum. Hey, hvað ert að gera?